Já, góðan daginn, góður áhorfendur, velkomnir á KA TV á leik KA Þór og FH. Við ætlum að skoða hérna stöðuna í deildinni áður en við byrjum hérna lengra. Þar erum við með okkar stelpur í KA Þór á toppnum með 14 stig og við erum að mæta FH sem er á botninum. Það er mikill munur á þessum liðum. Fram í öðru, Valur í þriðja, Stjarnan í fjórða. Stjarnan var að tapa fyrir HK núna rétt í þessu, ég held að það hafi bara verið að klárast, þannig að þessi deild er gífurlega jöfn og spennandi og mikið í gangi. Það er spennandi leikur sem er hérna framöndan hjá okkur. KA Þór og FH þegar liðin mættust í fyrri leiknum í Kaplakrika, þá endaði, ef ég man rétt, 21-19 fyrir KA Þór og var gífurlega jafn undir lokin. Stefán Árnason heiti ég og ég kynni mig og ætla að lýsa þessu. Okkar besti maður Ágúst Stefánsson setti útsendingunni í gang en fyrst í öðrum hnöppum að neppa, en það KA TV með fjölmargar útsendingar í dag og þá þurfa aðrir menn að stíga upp svo að sé þetta sína allt sem er í gangi hjá félaginu. En FH-liðið átt í töluveru erfiðleikum svona að undanförnu og ekki ennþá komnar með stig, skiptum þjálfara í fyrir nokkrum vikum síðan og meðan okkar stelpur náttúrulega hafa verið gífurlega öflugar og já, við sjáum FH-liðið hérna á skjánum og það við kannski svona skoðum kannski helstu leikmenn og þeim. Númer 9 er að Brittany Kott sem er markaðist með 42 mörk og ekki búin að spila nema 7 leiki. Emilia Ósk númer 17 með 39 mörk. Fanney Þóra númer 2 með 30. Þetta er svona þeirra langmarkaðustu leikmenn því að Ragnhildur Tómasdóttir kemur með 11 mörk og eftir því okkar liðið. Og hérna sjáum við liðið á KA Þór. Þetta er svona nokkuð hefðbundi. Það er reyndar ein breyting á liðinu, allan einn í leikmaður. Það er númer 5 Aþena Einvarsdóttir sem kemur ný inn og spila sem fyrsta leik, stelpa í fjórðuflokki. Faðir hennar þjálfaði nú KA Þór fyrir einhverjum árum síðan, Einvar Jóhannsson, spilaði með KA og allir Akureyringar eiginlega ætti að þekkja. Þetta er svona þekkta stærri hjá okkur. Rut Jónsdóttir markaðist með 55 mörk. Ásdís Guðmundsdóttir með 41. Aldís Ásta númer 3 með 28 mörk. Rakel Sara 26. Hulda Bryndís 21. 22 mörk, hún er númer 21. Og svona getum já, við getum sálið þarna. KA Þór verið í 2 hörkuleikjum á undanförnu, unnur IBVF 24-23 og síðan Stjörnuna í umræddum leik 27-26. Þannig að það eru konið tveir sigurleikir í röð og liðið á toppnum í deildinni jafnt og fram að stigum og allt mögulegt. Það er ekki nema 4 leikir eftir, það eru bara spilaði 14 leikir í deildinni. Þriðju umferð Íslandsmótsins var frestað, eða var aflýst, þannig að það eru bara spilaði 14 leikir og okkar stelpur bara í góðum möguleika á að verða beinlega deildarmeistari. Hér er leikurinn farin í gang. Hér er Brittany sem sækir á. Gífurleg barátta hjá Ásdísi Guðmundsdóttir í vörninni. FH stillir aftur upp, taka stöðuskipti. Það er mikil barátta hjá KA Þór, mikil stemming á bekknum líka. Sigrún fyrir utan númer 8, Brittany númer 9. Númer 2 Fanney Þóra, Brittany þrumur skot. Fyrir stöngina,
Þannig að K.A. Þór fyrir sókn og getur strax ná fóristinn í leiknum. Við erum með Rakel Sara í hægra horni, Rut hægra megin, Hulda á miðinni, Aldís vinstri skytta, Kristín í vinstri horni og Ásdís Guðmundsdóttir á línu. Hulda vel spilað, og Rakel Sara skora fyrsta markið í leiknum. Gífurlega vel spilað og vel skotið á henni. Mattea í markinu og K.A. Þór. Það ein skipting milli varnar og sóknar sem Kristín fer út af og Anna Þyri kemur inn á. Spilaði Kairó og kemur innleysing á móti. Spila áfram, sending niður í horn. Það er varið frá Mattea. Það var Ragnheiður sem átti þetta skot. Það var vel varið. Hulda Bryndís fintar sig í gegn. 2-0 strax og mjög mikilvægt að byrja þetta vel. Maður sér það Andri Snær Stefánsson, þjálfari K.A. Þór, leggur þetta upp með að byrja kraftið því að það er mikið stemming á bekknum og þær eru hreyfanlegar í vörninni, þær eru búin að taka nokkuð fríköst og eru svona í andlitin á þeim eins og maður segir. FH stillir upp, innleysing, Brittney, slagt skot sem Mattea ver auðveldlega. Brot frá Aldísi. Stilt upp, Aldís dreifur aðeins frá, Hulda Bryndís að tapa boltanum. FH keyrir fram, sending, brot og Andreu. Sigrún á miðinni gefur til kynna hvaða leik eru að spila. Kemur svokölluð Kairó-hreyfing. Brittney í árás, ekkert á þetta. Fannst þetta nú lítið, jafnvel mögulega ruðningu frekar en fríkast en dómararnir dæma brot. Það eru bræðurnir Ægir og Sigurgeirssyni sem að flauta leikinn. Það er góð barátta þarna, Kristínu. Brittney árás, þetta er gífurlegu varnarmóður en hún skorar. Hennar fyrsta mark. Brittney Kots verið mjög öflug hjá FH. Hún hefur bætt sig gífurlega undanförnum árum, byrjaði hjá þeim í Grill 66-deildinni. Jakob Lárusson, þjálfaði liðið, fékk hana og hún hefur bætt sig mikið og örugglega leikmaður sem að önnur liði í deildinni horfa til á næsta ári, stelpa sem að gefur hann sprengikraft og getur gert ýmislegt, búin að bæta sig mikið eins og ég segi. Rut með frábæra sendingu. Hulda og Kristín, þetta er varið. Frábæra spila á Rut Jónsdóttir. Brittney, þetta er bara tapaða bolti. Og hér keiraði Rut, sækir á. Kristín, þetta er bara vítakast. Áréttur dómur. Og er þá góður möguleiki að enda markaþurðina sem er orðin einhverjar 3 mínútur og 30 sekúndur kringu það eftir að K.A. Þór komst í 2-0 og þá var svona síðustu 2 sóknir verið aðeins erfiðar.
Rut stillir sér upp, 1 feik, hallar sér fram og leggur hann í hornið, 3-1. Gamall refur að þjálfa FH, Guðmundur Pettersen, tók við liðinu núna fyrir stuttu. Við erum forvitnir að sjá hvað hann er með í pókahorninu í dag. Stilla þeir upp. Brittany kemur inn á miðjuna, þetta er svona svipaða fæstur alltaf. Brittany ásvöldið að sækja. Það hugsaði sér rétt að Rut hafi farið þarna aðeins inn í teginn. Nei, Rakel segi þegar hún var að reyna að ná þessum bolta. Fín vörn. Og þó svona frekar passívar. Þeir eru reyndar hreyfanlegar en þeir eru ekkert að fara neitt svakalega langt út. Þetta gefa greinlega langskotin, þeir eru mjög þéttar. Þetta eru bara skref. Og keyra á. Rut, Aldís og Hulda. Þetta er bara mark. Þessi bolti lakinn. 4-1. Annað markið og Huldu í leiknum. Rut með 1 úr víti og Rakel var 1. Brittany Kots með heimamark FH. Þetta var akkurat byrjunin sem við höfum viljað. Kringum 8 mínútur búnar og strax staðan og 4-1. Sækja þær. Þetta er Vari Mattea. Hún að taka góð skotið í byrjun. Og keyrt á. Káa þó með gífurlega hrattli, keyra mikið seinni bylgju og hraðaplaup. 4-1, FH ekki skorað í 3,5 mínútu. Sigrún brýtur hann á. Káa þá stillir upp. Ásdís kemur út fyrir Kæró-hreyfinguna. Hvar kemur árásinn? Rut. Hulda. Hún labba bara í gegn. Það var ekki mikið fyrirstæða fyrir hana. Frábærlega gert hjá Huldu. Hulda Bryndís spila mjög vel í vetur. Og gífurlega gott tímabil og frábær leikmaður bæði vörn og sókn. Getur spilað í miðju vörninni. Hún og Aldís, það var bara virkilega stíð upp, sérstaklega eftir að Marta Hermannsdóttir meiddist og þurfti að taka sér frí. Maður vonast til að hún komi inn í þetta lið þegar á síðari stigum. En hérna Hulda og Aldís hafa heldur betur stíð upp, fengið stórt hlutverk, stærra hlutverk varnarlega og þurfti að bera svolítið þungan meira en svona undanfarið á þegar Marta hefur kannski haft svona mikla ábyrgð. Og þær hafa heldur betur vaxið í því hlutverki og verið gífurlega góðar. Hérna má sjá á skjánum 5 síðustu mörkin, nýr fítus á KA TV. Hulda kom okkur í 2-0, Brittany minkaði í 2-1 en síðan komur Rut með 1 mark og Hulda með bættið 2 mínútur viðbótar. Þannig að það er 5-1. Það sjáum við svolítið þróunina í leiknum og þetta er byrjunin sem maður hefði viljað. Róðurinn með þungu fyrir FH, það eru konið 9 leikir og þær eru búin að tapa þeim öllum og já, og svona það hefur verið að tapa stórt að undanförnu. Það hefur verið að töpa á móti Haukum með 14 í síðasta leik, töpa með 7 á móti Stjörnunni, IBF með 13 alltaf heimavelli. Eins og ég segi, það var skipt þjálfara fyrir nokkrum vikum síðan og það er svona, ég held að liðið hafi sé nú bara, síðan ég jafnvel aðeins síðra eftir það, þannig að það hefur ekki komið þessi kannski kraftur í liði sem að vonast eftir með kannski Guðmundur Pettersen eftir að Jakob ákvað hætta á sínum tíma en já, þau stillaðir upp og Anita skorar. Vel spilað, gífurlega góð sending og mark.
Káa Þór bara með sama lið. Aldís kemur á miðjuna. Já, frábært gólfskot. Setur hún á síðuna. Hún skorar sitt fyrsta mark í leiknum. Frábær leikmaður og bætt sig gríðarlega í vetur. Og örugglega hennar langbesta tímabil á ferlinum og leikmaður sem hreinlega farin að banka á landsliðsdyrnar. Káa Þór átti 2 leikmenn þar í síðasta vali, Rut Jónsdóttir og Ásdís Guðmundsdóttir, en þær hefðu örugglega getað verið 3 ef ekki 4 með við frammistöðuna af undanförnu. Hérna tapar F á boltanum. Seinni bylgja Hulda, Aldís. Þetta er frábær klipping. Hulda skorar. Þetta er frekar auðvelt. F á nær lítið að komast í þær og Káa Þór er að fá að hafa. Hefur ekkert sérlega mikið fyrir þessum mörkum en þetta er hins vegar gífurlega vel spilað. Það er góður hraði í liðinu, góður taktur og ágæti stemning bara í húsinu. Fínasta mæting sýnist mér hér í Hallamel hérna fram yfir blaðamannastúkuna og horfa áhorfendur. Frábært að sé búið að opna hliðin og leyfa fólk aftur á völlunum. Hafa tími til kominn. Þetta er aukakast. Þetta gerir mikið fyrir leikmenn og sportið að fá fólki aftur inn og þessi fólki er búið að bíða lengi eftir og við vonum alltaf að þetta haldi áfram þannig að áhorfendur geti horft á íþróttaleiki. Frábær sending á Brittney og Fanny með skot sem að Matti að vel. Matti hefur algjörlega frábær. Seinni bylgja. Þetta stelur Ragnhildur boltanum, keyrir upp. Hún skorar. Mikilvægt fyrir FH. Matti að koma með fjögur skot varinn. Strax á fyrstu 12 mínútunum, mörg er mjög góð. Júggafærsla, Aldís, klipping og yfirtali hinum megin. Við förum með aðra klippingu og Hulda lappar í gegn og skorar sitt 5. mark í leiknum. Frábær leikur á Huldu Bryndísi. Ótrúlega góð byrjun hjá henni. Lítið á þetta, fríkast. Þessi nú bara rétt. Hulda Bryndís með 5 mörk úr 5 skotum. Það er frábær byrjun. Matti að koma með 5 skot varinn. En Aldís Ásta kom með 3 stóðsendingar og Rut með 2, svo við skoðum HB Stats sem er í öruggum höndum hérna í KM-ilin í dag, eins og alltaf. Brittney með gott skot og Matti að ver. Löng sending fram frá Matti. Ásdís, hún skorar 9-3. Frábær markvarsla og Matti fljót hann á í boltan. Þetta er nú einn af hennar svona styrkleikum og hún er fljót hann á í boltan og hún er mjög góð að kasta. Og þessi mörk eru gulls í gildi. Brittney Kots 1 mark úr 5 skotum. Og FH gerir markvarskiptingu hérna. Hrafnhildur Anna kemur inn á og Írena búin að fá sér hvað 9 mörk og ekki varið eitt einasta skot. Þannig að þetta er nú kannski eðlileg breyting. Kannski má koma fyrir, ég veit það ekki. En þannig ekki við Írenu samt að sakast. Káa Þór verið að fá mjög góð færi. Það er erfitt að verja. Brittney sækir. Það er fínt línuspil en bara mjög góð vörn. Það aldrei sé frábær að handafina. Slær í hendurnar á boltan og passar að Anita Theodórsdóttir ná ekki að grípa boltan. Aldís út. Þetta er erfitt skot. Fanny með skot þarna framjá, ennþá keyrir Káa Þór og Hulda. Þetta er víti. Það er fríkast. Komið leitt og 2 hana. Ægir dæmdi fríkastið. Kort er búið og 9-3. Virkilega góð staða fyrir heimaliðið og
þessi leikur sem að spilast eins og maður vildi. Hálfgerður skyldusigur, ef svo má segja, en það vel spilað og Kristinn inn og skorar. En þessi leikir eru oft erfiðir, leikir sem oft að vinna, þeir eru ekki sjálfgefnir að vinna og hvað þá vinna á vel. En hér eru 10-3 bara snemma og þetta er frábært. Það er mikilvægt þegar það er bara 14 leikir í deildinni að spila hvern leik vel. Það er bara einn leikur í viku, þá er engin tími til að slaka á. Þetta veit Andri Snær, þjálfari liðsins, og hann er hvetjandi á bekknum og drífandi. Og svo sannarlega búinn að undirbúa sína stelpur vel fyrir leikinn. Hér er Arndís komin á línuna hjá FH. Þetta er rétt. Fór í, sýndist með Ásdísi þarna, allan átti FH hann á bolta. Brittney og það er Runingur. Brittney Kóls byrjaði leiktíðina gífurlega vel en ekki verið sterk á undanförnu. Það er Hulda Bryndís með spil, með sendingu hérna á Rudd sem hann skorar 11-3. Og K.A. Þór hreinlega bara valta yfir FH hérna. Það lítur bara að koma annað leiklið frá Guðmundi Pettersen. Hann hefur áður þjálfað FH kvenna, gerði það með Magnúsi Sigurðssyni, ég man rétt. Mikill refur í þessu bransa. Emilie Ósk hérna á miðunni. Það vekur athygli að hún sé ekki búin að gera meiri í þessum leik. Hún er næstmarkaðasti leikmaður FH. Spurning hvort hún sé meidd. En hér er vítakast. Fanney Þóra tekur vítið. Og hún skorar hennar fyrsta mark í leiknum. Minnka muninn í 11-4. K.A. Þór keyrt bara á sínu liði hingað til með þessari varnarskiptingu. Þannig að takturinn verið góður og kannski engin ástæða til að breyta mikið. Sem er Rudd inn á miðuna. Ásdís fer frá og það ná nú að brjóta. Fanney Þóra næra brjóta hann á Rudd. Stilla þær upp í sama kerfi, ekki með júkafærsla. Og Rudd, já nú spilar hún á Ásdísi sem gefur aftur á Rudd. Skot í slanna. Ásdís náði þetta að losa boltan í snertingunni, inn á línunni. Þeir koma stöðuskipti, Hulda Bryndís í árás, Aldís upp, frábærlega spilað. Hulda hann vinnur næsta leikmann í sig og frábært taktur á Aldísi sem kemur og hreinlega dundrar á markið. Annað markið á Aldísi Ástu í leiknum. 12-4. Anna Þyrí með góða vörn, frábær varnarmaður. Anna Þyrí heldur betur öflug á línunni, setur góða blokkeringar, sperrur og vinnur vel út frá því að þetta er velspilið FH. Hér á Arndís Sara Þórsdóttir sem fær boltan á línunni og skora sitt fyrsta mark, staðan 12-5. Við sjáum að K.A. Þór halda alltaf tempóinu og þetta ráða þær mjög vel við. Það er skiptingu hins vegar hann og þurfa að róa. Það er Sólveig Lára Kristjánsdóttir sem kemur inn á í vinstri skiptuna. Nú er smá breyting á liðinu. Hulda Bryndís út af. Hulda auðvitað átt frábæran leik með 5 mörk. Setti þau öll á fyrstu 12 mínútunum og gaf svolítið tóninn í þessum leik, eins og sagt er. Og Sólveig, þetta er bara skot. Við sjáum hana bara lyfta sér upp. FH stelpurnar voru þetta pöttu flatar, 6 metrum, voru ekkert út. Brittney verður lítið úr þessu.
Rakel Sara með flotta vörn. Stilla þær upp. Enn og aftur línusending. Hún reyna mikið Fanny línusendingar. Gott hraðabrauð, Ásdís hoppar upp á hægri og skorar. Káa Þór refsar mikið fyrir svona mistök eins og FH átti þarna sendingafeill og 3 sekúndur seinna er búið að skora hinum megin. Þetta er sem skiptir miklu máli í handboltanum að fá þessi ódýru mörk og Káa Þór eitt albesta liðið í deildinni við það að keyra hratt upp og þess að svokölluðu seinni bylgju eða hraðaplöp í rauninni þarna. Brittney með skot, hún er ekki átt góðan leik Brittney. Mattea Lónalds verið þetta. Brittney með 1 mark úr einhverjum 6 skotum. Stillir Káa Þór upp, Aldís. Það er klipping, það er hvað? Reynir sjálf. Fríkast, réttilega dæmt. Nú kemur klippingin og Ruth í aðra klippingu, Solveig. Já, fyrir í gegn, frábær hreyfing á henni. Leikurinn verið ágætlega dæmdur hjá bræðrunum, svo sem ekki mikið reynt á þá, en þeir hafa sinnt sínu hlutverki vel í dag. Gaman að því. Þetta er Emilía með skot sem er farið auðveldlega. Það er lítið sjálfstyrk í FH-liðinu, maður sér það, svolítið í langskotunum og fleira. Það er svolítið híkandi. Það getur verið erfitt að tapa mörgum leikjum og hvað þá stórt eins og svona að undanförnu, tapa leikjunum stórt eftir áramót og horfa núna á 14-5 á töflunni og búið að draga svolítið tennurnar úr þeim. Þetta kemur Solveig. Já, hún gæti nú bara skotið þarna, hún komið langt upp fyrir þær. Þetta er þríkast, Ruth reyndi hérna línusendingu. Káa Þór heldur inni með 2 línur. Solveig og önnur klipping. Það er 2 á 1 hérna, frábærlega spilað. Leið og boltinn gengur svolítið á Káa Þór, þá endar það með að FH gerir einstaklingsmistök einhversstaðar og leikmennirnir telja vitlaust. Þannig er Aldís með 3. markið sitt í leiknum. Og Solveig vinnur boltann. Já, 16-5. Góð innkomi á Solveigu. Það er skorað 2 mörk og verið að klippa vel. Þarna tekur Guðmundur leikli nr. 2. 16-5 og ennþá 6 mínútur og 33 sekundur eftir. 6,5 mínútur eftir. Og leikurinn í raun, úrslitin í raun ráðinn. Ég er tilbúinn að ganga svo langt. Einfallega það mikið getumunur á liðunum. Hérna má sjá síðustu mörkin, síðustu 4 frá Káa Þór. Arndís minnkaði 12-5 en síðan koma 4 góð mörk og kemur þetta leikhlé. En munurinn á liðunum einfallega. Já. Þetta eru markahæstu leikmenn liðana. Öll grafíkinn í boði. Það er Hulda Bryndís með 5 mörk, Aldís Ásta 3, Solveig 2, Ásdís 2, Ruth 2. En hjá FH er bara markahæsti leikmaður með 1 mark. Ingi er að ná að skora meira. Og hérna, já, FH vantar sárlega einhverja leikmenn sem ætla að stíga eins upp.
að stilla þér upp. Emilía á miðinni, Brittany vinstra megin. Fanny hægra megin. Það kemur Júka fasta. Káa Þór vel undirbúna fyrir þessu. Sáu þetta fyrir. Halda árum að keyra. Og stimpla yfir. Sólveig og losaðu. Já. Boltinn gengur gífurlega vel hjá Káa Þór. Hann aldrei stoppar aldrei, frábærlega gert hjá Rakel. Þetta gerði líka Rut vel. Hann hljóp út þarna á vinstra horninu. Rut losa boltann gífurlega vel og Rakel með frábæra hreyfingu. Brittany með skot í slána. Og hér keyrsla. Þetta stoppað, það var hangið aðeins þarna í Rut. Dæmt aukakast. FH ekki skoraði í 6 mínútur. Hér er þetta Lína Ásdísi, hún sá það var hlaupið hérna í gegnum teginn, rykkingin rykti þetta frá. Eins og hún hafi hlaupið inn í teginn og það bara má ekki fara inn í teginn. Það kemur leikmaður númer. Athyglisverð úrslit að í öðrum leikjum að Valur IBVF, að þar vann IBVF 20-21. Ótrúlega spenna í þessari deild og það eru svona 5-6 lið sem allir vera að vinna alla úrslitin í dag. Mjög áhugaverð að HK hafi vunnið Stjörnuna og síðan að IBVF vinni Val. Þannig að eftir standa Káa Þór og Fram á toppnum með 14 stig fyrir hennar leik. Káa Þór að sjálfsögðu á leiðinni í 16. Fram, þannig að þetta er orðið tveggja hesta kapplaup og lokaleikurinn í deildinni einmitt Fram Káa. Hérna er Sólveig með skot sem það fer framhjá. Lokaleikurinn í deildinni verður Fram Káa, hann fer fram 5. apríl, ef maður rétt, á mánudegi og það mun væntanlega vera leikur bara deildarmeistaratitilinn. Valur er að detta aðeins út úr því hlaupi núna og þessi lið einfallega öflugust eins og staðan er núna. Mattea með frábæra markvarslu. Þvílíkur leikur á Matteu Lonats. Sólveig með yfirhandavinduna, þetta er vítakast, hárréttur dómur. Með pólsku fintuna þarna og beint í gegn. Matteo Lonats með 9 skot varinn og það gera 64%, gerir aðri betur. FH ekki enn var í skot og það kemur ekki hérna. Káa Þór með 18 skot í leik, 18 skot sem á marki og öllinni. Það eru 2 klikk og ég held að 7 skot sem voru þá framhjá eða í slána. En Martin FH ekki varið enn, samkvæmt tölfræðinni. Hér kemur Horna innhlaup og tilbaka og varnarleikur. Hér er skot Mattea, hún grípur þetta eftir að þetta hafi reynda verið varið af vörninni. Varnarmúr Káa Þór þetta sterkur. Þetta er bara því miður fyrir Anítu Theódórsdóttur. Þá eru þetta bara 2 mínútur, hún hefði náttúrulega átt að sleppa þarna. Hulda var komin framhjá og hún hékk bara lengi og það er brottvísun og kannski engin hætta Huldu hérna út á vellinum. Jafnvel þó hefur komist í yfirtölu í smá stund, það hefði verið betra að sleppa. Káa Þór með 6 mörk í röð og FH ekki skorað í 9 mínútur. Spurning hvort að munurinn stækki hérna meira á síðustu 2 mínútunum. Hérna er frábært spil og Rut í gegn. Þetta er varið. Hún fær þetta ekki skráð. Samkvæmt tölfræðinni góða því að það var dæmt þríkast. En hún snerti þó boltann. Taka sama kerfi, sækja hornið
Þarna ekki frábær línusending. Ásdís Guðmundsdóttir skorar. Hennar þriðja mark í leik og hún hefur spilað held í allan tíman. Og Anna Þyrí bara verið í varnarskiptingu. Ég á vonaði að Anna Þyrí spili sóknina í síðari hálfleik. Þykist nokkuð viss það. Algjör yfirspilun hérna í KM-milinu, frábær framistæði á KA Þór, 19-5. 7 mörk í röð. Anna Þyrí með fríkast. Stopp, sem sagt brotin fríkast hjá KA Þór í leiknum. Það er skot framhjá. Anna Þyrí með 5 lögleg stopp og Aldís Ásta 3. Svona fara fyrir þessu en allt liðið verið mjög öflugt í vörn og hreyfanlegt. Hérna 20 sekúndur eftir, boltan yfir, 2 á 1. Vel spilað. Kristín hendi varið. 12 sekúndur eftir, 11, 10. Spurning út F ná að minnka munin. Nei, Rudd brýtur og það verður sennilega bara aukakast að búið. Það ætla ekki að taka fríkasti skilningsmenn. Það er svolítið athyglisvert. Jájá, það er bara komin hálfleikur. Hérna staðan 19-5 í hálfleik. Ótrúlegu munur á liðunum. Auðvitað er þetta liðið í fyrsta og 8. sæti en mikill munur. Hérna sjáum við hérna markaðastu leikmenn. Hulda Bryndís með 5, Aldís Ásta 3, Ásdís 3, Ruth 3. Sólveig og Rakel Sara kom með 2 og Kristín með 1. Mattea Lónas búin að vera frábær í markinu með 10 skot varinn. Og einungis 5 Ási hjá FH og markasti leikmærin bara með 1 mark. Og það skiptaði með sér Fanney, Ragnheiður, Ardís Sara, Brittany Kotts og Anita Theodórsdóttir. Og fyrsta skoti sem var skráð varið, það kom hann í lokin. Og þetta er ekki mörg tölfræðistrik sem að koma þarna og eiginlega svolítið síðan maður hefur séð annan eins mun á liðum í efstu deild. En KA Þór bara einfallega mætt gífurlega vel til leiks og hérna sýndu strax mikinn vilja í vörn og keyra í hvert skipti. Og úrslitin í raun og veru ráðin en það verður forvitnilegt að sjá seinni hálfleikinn svona upp á það bara hvort að KA Þór muni bæta við munin eða hvort að FH komast tilbaka. Hérna má síðan sjá tölfræði. Já, mesta fórhuttan náttúrulega 14 mörk. Og í rauninni FH komast aldrei yfir. Lengsta markar hérna 7 mörk. Tími í fórhustu 28-22 hjá KA Þór. Hafa jafnt þarna í einhvern smá tíma. Lengsta markar þau 3:45 og 11. Þannig að þetta er gífurlegur munur. Markværslan 67% á móti 5%. Þannig að þetta er svona, já. Og hérna aðeins meira. 3 mörk úr hreinum hraðaplöpum og síðan koma náttúrulega þessi svona seinni bylgjumörk sem koma aðeins seinna lítið brottvísanir en hérna já, þetta eru svona helstu tölfræði þættirnir. Hvað meira það? Já, síðan kemur hérna tímalínan og þetta er svona, hún eykst svona hægt og rólega og hérna og náttúrulega síðustu 7 mörkin voru hjá KA Þór og hérna svona ekki margi gallar hjá okkar liði kannski í fyrri hálfleik. Ekki margt sem er þetta gagnrýna og ég hugsa ef Andri Snær hefði verið boðið þetta fyrir leik þá hefði hann ekki getað beðið mikið meira. En við hérna tökum okkur smá hlé og hérna komum aftur á vörmuspor í síðari hálfleik.
Já, góði gestir. Velkomnir til síðari hálfleiks í leik K.A. Þór og F.A. Ólisteild kvenna, hérna að mætast liðin í fyrsta seti deildarinnar og því neðsta. Og munurinn á liðunum í rauninni bara samkvæmt því. 19-5 fyrir K.A. Þór sem hafa hreinlega valtað yfir F.A.-stelpur og hérna 14 marka munur. Búin að spila góðan varnarleik og hafa verið bara keyrt alveg miskunnarlaust hraðaplöp seinni bylgju í bakið á og F.A.-stelpunni sem hafa ekki átt góðan leik og hérna og K.A. Þór bara sýnt mátt sinna megin bara frá byrjun og sýnt bara styrkleika munin og þær komist í 12-5 og F.A. skoraði ekki síðustu 11 mínútur í fyrri hálfleik og þannig að K.A. Þór skoraði síðustu 7 mörkin. Stemming hérna í K.A.-heimilinu á Akureyri og leyfa áhorfendur aftur og stelpurnar alveg eins og strákarnir í vikunni njóta þess. Það á að vera gaman að spila og með áhorfendum. Það er náttúrulega gefur þessu ekstra lit og stelpurnar alveg að hérna skína í þessu leik. Það er ein breyting frá því byrjunarliðinu hafa Sólveig, hún heldur áfram en annað þeirri er komin á línuna. F.A. ætlar að taka Rut Jónsdóttir úr umferð, ætlar að gera hérna einhverja breytingar og reyna að snúa þessu upp en þá fá hina leikmennir mikið meira svæði. Hérna sækir Sólveig á. Og það er, hérna er bara, tekur Andrisnell Mattíu Lónans út af. Það eru þarna manni fleiri þá á meðan og þá er erfitt að taka úr umferð. Hulda skorar. Og 2 mínútur á Brittney, þetta byrjar nú ekki vel fyrir F.A. Andrisnell er hérna gífurlega klókur að vera að taka Rut úr umferð. Þá fór hann strax bara í að taka markmann út af Ásdís hljópin á línuna og hérna K.A. Þór fékk bara döðafæri og mark. Gameplani verið einfalt hjá Andra Snæ, það er að keyra yfir F.A.-stelpurnar í fyrri hálfleik og hafa örugglega bakki yfir þær í seinni. Það er bara einfalt, það byrja allan hérna krafti. Annað þeirri með fína vörn. F.A. tekur ekki markmanninn út á að spila 5-6. Á að vera afar einfalt fyrir K.A. Þór. Það er mjög þéttar og hérna tapar F.A. boltanum. Sólveig, línan opinn, eða hvað, náðu að stoppa hana Rakel með séns en hún tekur hann ekki. Já, hún bara nokkuð skynsamt kannski, ætla að stilla bara upp í yfirtöluna. Þær eru 6-5 núna í mínútu í viðbót. Það er hins vegar lengi að setja í gang, en ok, kemur það. Dauðafæri, wow, engin smá opnur að það. Kristín Jónsdóttir með mark. Hennar annað mark í leiknum. F.A. stillir upp 21-5, fyrstu 2 mörkin frá K.A. Þór. Þær eru með Sigrúnu hérna á miðunni. Fanny vinstra megin núna meðan Brittney er út af. Fanny færir sig hægra megin þegar Brittney dettur hérna inn. Þá eru liðin með jafnmarga leikmenn inn á. Það er Kæró-hreyfing og Brittney er stöðvuð. Og Rakel Sara, hún vinnur boltan. Það er lítið í gangi. Það var nú smá meiðsli hérna. Var þetta ekki Fanny? Nei, þetta var hérna. Greinilega lent þarna illa.
Ekki Ragnheiður, nei, hver... Sigurjón sem að leikur hann í gólfinu og greinilega mjög þjáð. Markaþurðinu og FH, hún lengist, komin í 14 mínútur og virðist ekki þetta að stoppa allan að miða við byrjunina. KA Þór með mjög sterka byrjun, 2-0. Snýr sig þarna á ökla. Freydís Jóna Þórsdóttir sem að gerir sig klára til að koma inn á. Heldur leikurinn áfram. Og KA Þór ætlar að taka Rutt úr umferð áfram. Og Andersen tekur Matti út af, þannig að Ásdís kemur hérna skokkandi inn á línuna. Ef hún kemur fyrir hægri skyttuna, hún skorar. Gekk bara boltan hérna í fínni stöðu og fór milli 1 og 2 og skoraði. FH stillir upp. Brittney, erfitt skot, frákast og mark. Anita sem að skora hérna á línunni. Og orðið markahæst í liði FH með 2 mörk. Og mér sýnist FH bara að bakka niður á línu. Þegar að Matti á hótar því að skipta. Það ætla ekki að taka Rutt úr umferð. Þetta kemur þessi regla með að skipta markmannum. FH illa og í rauninni kannski eyðileggur svolítið þennan möguleika. Það ætla að bregðast mikið við. Rutt með frábært spil, Hulda. Hún heldur bara áfram, byrjaði leikinn frábærlega, kom með 7 mörk í leiknum, byrjaði seinni hálfleikinn vel alveg eins og hún gerði í þeim fyrri, skoraði 5 mörk á fyrstu 12 mínútunum. Hún var hlaðað batteríin vel í hálfleik, 23-6. Þetta svona tölur sem maður sér ekki oft í efstu deild. Veitins að það er varið, enn og aftur við Mattea. Brittney, neini, langt yfir. Þetta var bara beint í greifaelsinguna sem er ekki á. Brittney átti þetta skot. Hérna missaði boltan. Hulda og Sólveig með klippingu sem gekk ekki. Þetta er bara aukakast. FH stillir upp. Það sem kannski vantar svolítið á FH-liðinu að það er lítið verið að koma Brittney Kots og þessum leikmönnum í kannski stöður sem að henta þeim. Það er að puða mikið og svona kannski gameplanið býður lítið upp á það að sé verið að búa til einhverjar stöður sem að þær geta nýtt sér. Og fyrir vikið þá er mikið af klikkskotum en þetta er hins vegar vel spilað. Og hér skorar Emma Hafey Sardasdóttir. Nú fyrrum leikmaður KA Þór, spilaði hérna lengi. Aukakast.
kemur Kærárhreyfing. Annað þeirri spila seinni hálfleikinn á línunni eftir að Ásdís hafi átt góðan fyrri hálfleik. Stilt upp. Arna Ellisdóttir að gera sig klára á bekknum. Spurning hvort að hún fari að koma fljótlega inn á. Hulda með geggjaða sendingu. Þetta er varið. Það er Hrafnhildur Anna sem að tekur þetta skot þarna frá Kristínu. Mjög gott færi Kristín. Brittney í fintu. Línusending. Dæmt vítakast en boltinn lag nú í markið á endanum. Eins og við fórum yfir áðan og afar athyglisverð úrslit í deildinni. HK vann Stjörnuna heima og Valur tapaði heima á móti IBVF. Og meðan skorar Fanney Þóra úr vítakastinu. IBVF er því komið upp fyrir Val með 11 stig og upp fyrir Stjörnuna er rauninni líka sem er með 10 stig. Meðan HK er bara með 7 stig og þetta er orðið tveggja hesta hlaup hérna K.A. Þór og Fram deildartitilinn. K.A. Þór ætlar ekki að gefa neitt eftir við þennan leik. Hulda Bryndís í árás. Næsti leikur K.A. Þór er við Hauka heima eftir viku, laugardaginn eftir viku og miðvikudeginum eftir það spila er við HK úti. Þannig að þær þurfa að fylgja því eftir. Enda svo tímabilið á að spila við Val heima og síðan Fram úti. Stefnir í rosalegan leik í lokaumferðinni sem verður væntanlega bara úrslitaleikur deildarmeistaratitilinn. Fram verið mjög samfærandi og kraftmikið og K.A. Þór náttúrulega spútninglið við deildarinnar. K.A. Þór að komast í rauninni í 16 stig núna og eru nánast að tryggja sér heimaleikja rétt í úrslitakeppninni því að það eru 5 stig í lið númer 3 og 4. Fyrst og annars þetta gefur heimaleik, en hérna leikur fyrir aftur í gang. Hulda, Rut, já hún leikur sér aðeins. Feiksending, drip, snýr sér í gegn. Það er unaður að fylgjast með Rut Jónsdóttur oft á tíðum á vellinum. Ótrúlega góður leikmaður. Gerir þessa litlu hluti frábærlega. Alls konar feiksendingar, losar á réttu tíma, frábær stimplun og engin smá viðbót við K.A. Þór-liðið, þessar ungu stelpur. Mjög ungt lið, en hún Rut hefur komið með frábær viðbót og komið með aukna fagmennsku og frábær fyrirmynd fyrir aðra leikmenn sem hafa staðið sér vel á undanförnum árum. Hérna, Matti Haver. FH með Hulda út af Aldís inn á. Andris nær að dreifa álæðinu og Rut samanskapið út af. Arna Valgerður Ellingsdóttir kemur inn á. Ég reikna með að þáttöku Rut þar sé lokið í leiknum. Hún mun ekki spila meira. 24-8 er hún fer út af. Sólveig með gólskot. FH stelpurnar alveg pödduflatar á 6 metrunum, pödduflatar eins og sagt er. Og Sólveig lætur ekki bjóða sig það til þess að dundra þetta yfir hann. Hérna eru 2 mínútur á Aldísi. FH-liðið er einu leikmanni fleiri. Draga hérna frá. Brittney með góða sendingu en Emma næði ekki að nýta sér það. Brittney út fyrir fríkast. Brittney gott sér ekki á góðan leik. Frábær sending hins vegar hérna. Ragnheiður Tómasdóttir skorar. K.A. Þór fer í undirtöluna.
Arnar Valgerður á miðjunni. Skiptir stöðu við Kristínu hérna. Fer í gegn og þetta mark! Arnar Valgerður Erlendsdóttir fljót að stimpla sig inn í leikinn. Hún í þristinum hérna í vörn. Gífurlega vel gert hjá Kristínu. Hún gefur Rakel Söru sem gífurlega fljót fram. Hún hoppaði vel en skaut nú samt í sama hornið og Hrafnhildur fór í. Hún hefði nú getað lagt hann kannski hinum megin en það skipti ekki máli og þetta var öruggt mark. Staðan er 27-9. 25 sekúndur eftir að brottvísuninni hjá K.A. Þór. Ragnheiður Tómasdóttir skorar. Brittany Kotsson spilar vel. FH stelpukona með 5 mörk í síðari hálfleik á 12 mínútum taupum sem jafn mikið og gerðu í fyrri hálfleik þegar staðan var 19-5. Sólveig í gegn. Bara 9. mark á Þór í seinni hálfleik. Það gífurlega mikið skorað hérna í seinni hálfleik 9-5 á stuttu tíma. FH nýtti yfirtöluna nokkuð vel. Þingvallar ágætt færi. Nú myndum maður vilja sjá vörn og markvarslu koma þessu upp aftur en þetta er ekki alveg svoleiðis. Anita skorar hérna á línunni hennar 3. mark og gera 2 í seinni hálfleik. Setja þær upp í sókn, Aldís á miðjunni. Sólveig kemur í júggarhreyfingu og árás. Grimm hérna Sólveig. Reyna töluvert. Það var aggressív. Arna hefði þetta ná hornaklippingunni. Rakel var komin í klippinguna og hefði getað haldið spilinu áfram. F1 er að brjóta. Arna með ævintýralega tilraun hana. Kastar út af. Brittany árás. Emma spilar. Freydís þarna númer 18. Lítið í gangi þessar mínúturnar. Andri Snær rekur sínar stelpur áfram. Brittany árás, hún fyrir í gegn. Ekkert dæmt. Mattea Lónats með góðan bolta varinn hana. Sangat með hann stórleik. Til aukakast. Hangir hérna svolítið í henni og þvermyndur. Anita rekin út af. Mattea Lónats kom með 14 skot varinn, 56% markvarslu. Spurning hvort að Sunna Guðrún var hérna að ræða við hana. Fái séns á að koma inn á. Hér er stólinn bolti. Ragnheiður Tómasdóttir fer hérna fram. Þetta er mark. Góð vörn hann hjá henni. Skora 7. mark FH í
seinni hálfleik. Allt annað að sjá F-liðið í síðari hálfleik. KA Þór vissulega gert breytingar á sínu liði og þá kannski fóru mörk F að detta inn. Hér aftur tapaði bolti. Þetta er aukakast. KA Þór að spila illa í yfirtölunni núna. Og svona smá takturinn svolítið dottinn úr liðinu. Þessi léttleikandi, frískandi bolti sem var allan fyrir hálfleikinn. Hér skot fyrir utan. Arna spilar og Rakel Sara inn og skora. 29-12, Rakel Sara Elvarsdóttir með sitt 4. mark í leiknum. Gífurlega vel gert hjá henni. Freydís með skot sem er varið. Nei, þessi sending aðeins á först á Kristínu. Hárrétt tilraun. Rakel var komin hann í gegn og átti möguleika að fá. Nei, F með sendingu sem endar þetta hjá Ragnheiði. Fór í varnarmann og til hennar. Hennar 5. mark í leiknum. 4 mörk í seinni hálfleik. Haldið sér gegn, þetta er, nei, já, þetta er nú 2 mínútur, það er nú haldið. Ragnheiður Dómarsdóttir skoraði síðasta. Þetta er markmannsskipting, það er Ólöf sem kemur inn á. 3 markmenn að KA. Ólöf, Maren Bjarnadóttir komin inn á. Sólveig upp, skýtur framhjá. Brittney með neglu í stöngina. Svakalegu kraftur í þessu en vildi ekki inn. Kemur Kristín út af. Og Rakel Sara líka. Það koma. Það er Hildur Lilja sem kemur í hægra hornið. Og Sunna Katrín Hreinsdóttir kemur í vinstra hornið. Dóttir Hreins Haukssonar sem átti nú heldur betur góðan feril hérna í KA aðalega sem varnarmaður en algjör nagli. Stelpan örugglega grjótör líka. Gaman sem hana inn á. Hildur Lilja örfætt stelpa komin líka í hægra hornið. Gaman að sjá unga leikmenn fá að spila. Innleysing. Sunna fær boltan, erfið stöðu. Það er varið. Ásdís, þetta var nú í lagi með hann og fekk olnbogann hann í andlitið. Small í andlitin á henni. En greinilega í lagi með hann sem betur fer. Sólveig, hún fer í gegn og skorar. Sólveig kom með 5 mörk í leiknum.
Stillir þetta upp í leikkerfi, spila, kemur síðan innleysing. Hulda Bryndís með góða vörn og fríkast. Þetta er fótur, Sunna hérna í rauninni vinnur boltan, góð baráttu hjá henni. Aldís og Hulda í gegn og vítakast. Ásdís Guðmundsdóttir ætlar að taka þetta víti. Dundrar uppi og skorar. 31-13. Þvílík finta hana, Freydís með ótrúlega sendingafeik sem að vörnin að K.A. Þór heldur betur fellur fyrir. Hulda spila vel, Sólveig niður í horn, en þetta fer út af. Nei, en Ólöf grípuð hennan, beint á hana. Já, góð sending á Huldu. Hulda með góða sendingu hérna á Ásdísi Guðmundsdóttur sem brennir að dauðafæri. Spennustíð og svona kannski einbeitingin á vellinum svona farið svolítið niður síðustu 10-12 mínútur. Úrslitin náttúrulega ráðin tiltölulega snemma og það er svona aðeins feila. K.A. Þór sildi þessum leik heim með mikilli fagmennsku snemma leiks. Brytni með góða sendingu. Það er Ragnheiður Tómasdóttir. Hennar 7. mark í leikum, hún bara heldur áfram. Þetta fríkast, þetta er skref. Spurning, hún var nú vissulega á 4 skrefum þannig hún hoppaði upp á skaut, en það er spurning hvort það hefði ekki bara mátt flauta fríkast, hvort það hefði ekki verið hreinlega búið að brjóta á henni bara þegar hún fer upp í loftið, en það liggur hún að eftir. En mögulega er þetta bara réttu dómur. Hún lendir hann kannski bara inn í þeim á 4. skrefi og bræðirnir bara líklega með þetta. Hérna kemur yfirgangur úr hægra horninu. F.O. spilaði Brytni með reynir ennina sendinguna niður í horn. Nú verður Hildur að vera vakandi fyrir því að hvað er alltaf að stoppa. Það er svona tiltölulega augljós hverju Brytni er að leita að. Hér kemur gólskot. Hildur Guðjónsdóttir með neglu. Minkamunni 31-16. F.O. komið með 3 mörk í röð. Það er athyglisvert. Það hefur ekki gerst áður í þessum leik. F.O. komið með 11 mörk í seinni hálfleik eftir að hafa gert einungis 5 í fyrri hálfleik. Munurinn á liðunum var ævintýralegur í byrjun, 19-5 í hálfleik. Það er ekki veikan blett að finna á K.A. Þór liðinu. Sólveig fer þetta utanvert, skýtur í stöngina. Brytni, einhættur og aukakast. Anita kemur hérna út af línunni og síðan kemur innleysing á móti. Hildur Lilja með frábæra vörn. Þarna er hún vel vakandi fyrir sendingunni.
Brittney, þetta framhjá. Löng sending hérna frá Aldísi á Ásdísi. Frábær bolti. Ásdís Guðmundsdóttir með virkilega gott mark. En Brittney Kots með 1 mark úr 14 skotum. Áfram heldur hún inn á. Leikmaður sem var frábær hérna upphafi móts og var að skora mjög mikið og lítið gert í dag. En línsettingin og Hafnarver, Ólafur. Frábær markvarsla Ólafur. Sólveig yfir, ok. Það línan svo sem alltaf opinn. Hulda Bryndís með sendingu Ásdísi. Og hérna kemur leikmaður inn á. Númer 5, Aþena Einvarsdóttir. Fyrsti leikur hennar í meistaraflokki stelpa sem í 4. flokki. Dóttir Einvars Jóhanssonar. Einvarur þjálfaði lið K.A. Þór hérna sínu tíma. Þjálfa flest allt í yngilhókum í handbolta á Akureyri, kalla og kvenna. Frábær þjálfari og kennari. Hérna tekur Aþenan mjög vel á Brittney. Grjótör stelpa. Brittney á hann aftur. Á greinilega að sækja ungu stelpuna. Það gengur ekki alveg hjá henni. FH heldur áfram. Gífurleg stemming inn í húsinu. Þarna Hildur með frábæra vörn. Og Ásdís á Sólveigu. Og Sólveig skorar. Hildur Lilja verður með frábæra vörn hérna í tvígang. Stoppa 2 sendingar og sérstaklega var þessi mikilvæg að fá þetta hraðaplöp upp úr. Og hérna kemur Júlía inn á. Og leikmaður númer 13 skorar hérna Aþena Arna Ágústsdóttir hjá FH. Aþena skoraði hérna með. Og Sólveig. Aldís yfir á Aþenu, hún fyrir gegn. Það er varið. Frábær gafnreyfing. Aþena Einvarsdóttir hérna með gífurlegur kraftur í þessari hreyfingu. En hún varði þetta vel. Írena Björk í markinu varði þetta. Frábær línsetting. Freydís þarna með sendingu. Anita og það er varið. Leikurinn heldur áfram. Jukkafærsla, Sólveig í árás. Aldís ítt í hana og skoti fyrir gólfið og yfir. Markið á hennan. Brittney fer hérna út af, virðist hafa meiðst. Það er þarna haldrandinn í klefa. Það er ekki gott fyrir FH-lið. Það er stilla upp í sókn. Þessi bolti er unnin, Júlía með unnin bolta og gefur á Sunnu. Og Sunna næri þessum bolta. Sólveig og Sunna færa hann fyrir inn og það er varið. Aþena með stólinn bolta, frábær vörn hjá henni og Hildur færir bara alla leið. Það er vel spilað. Hildur
Aldís klikkaði þetta, hún er búin að verja svakalega hérna síðustu mínútuna og nýrina. Þá lýkur leiknum, 34-17 eru lokatölur í leik sem var í rauninni aldrei spurning hvernig myndi fara. 19-5 í hálfleik, seinni hálfleikur var öllu jafnari en bæði sérstaklega K.A. Þór notuðu það bara í að leyfa öllum leikmönnum að spila svolítið. Og meðan K.A. Þór stelpurnar fagna sjáum við hérna helstu markaskorara, eða sjáum við markaskorarana. Hulda og Ásdís með 7, Sólveig 6, Rakel og Rut með 4. Ásdís 3, Kristín 2 og Arna Valgerð 1. Mata Lónas með 15 skot varinn og Ólöf með 4. Góð innkoma hjá henni. Sjáum við gestina, Ragnheiður Tómasdóttir með 6, Anita 3, Fanney 2, Arndís Brittney 1, Hildur, Athena, Emma og Freydís 1. Þetta er mikil breyting þar sem að markaðustu leikmennir í fyrri hálfleik voru 5 leikmenn allir með 1 mark, þannig að það breyttist töluvert í seinni hálfleik á þeim. Hérna sjáum við síðan tölfræðina. Gríðarlegur munur, en það var mest í mununum var 18 mörk. K.A. Þór yfir allan tíman og FH skorar ekki í 15 mínútur á ákveðnu tímabúti. Þannig að þetta er svona helsta í því. Og síðan hérna aðeins meira. 6 mörk úr hreinum hraðahlaupum. Og liðin voru svo sem ekki mikið færri manni fleiri. Það var aðeins meira í seinni hálfleik reyndar. Og þá var það tímalínan góða. Munurinn í seinni hálfleik kannski hélst svona. Það var ekki eins mikil aukning á hérna muninum eins og var í fyrri hálfleik þegar hann stækkaði en jókst þó aðeins. Og hérna já, enda leikur lauk með 34-17 sigri K.A. Þór. Meira. Já. Þá erum við búin að fara yfir svona helstu tölfræði þætti, annars þökkum við hérna á K.A. TV fyrir okkur. Það var Stefán Jóhansson sem sá útsendinguna og ég var með honum, Stefán Árnason, fekk að lýsa þessu. Og hérna flottur leikur að baki. K.A. Þór styrkir stöðu sína á toppnum og munurinn eykst aðeins í liðinni í sæti 3 og 4 og stefnir í mikla baráttu K.A. og fram K.A. Þór og fram deildarmeistaratitilinn. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.